Góðan daginn, komið sæl og verið velkomin í Háskólann á Akureyri. Núna mun fara fram kynning á framhaldsnámi í heilbrigðisvísindum og með mér í dag er Sía. Velkomin. Já, takk. Við ætlum að byrja á því að fjalla örstutt Háskólann á Akureyri. Er að ræða þriðja stærsta háskóla landsins. Það er 2400 nemendur skráðir við skólann og 200 starfsmenn sem að okkur þykir bara svolítið þægilegt. Þýðir að það er góð þjónusta við nemendur og auðvelt aðgengi. Svo er allt til alls í húsnæðinu. Það er líkamsræktarsalur, mötuneyti, rannsóknarstofur, verklegastofur og svo lengi mætti telja. Á Akureyri er einnig allt til alls. Það eru stúdentaíbúðir hjá Fjesta sem er tiltölulega auðvelt að komast að hjá. Góð heilbrigðisþjónusta, einstakt útivistarsvæði, frábært menningarlíf og allt þar eftir götunum. Svo erum við með sterkan alþjóðafulltrúa sem kemur þér út í heim, en það eru tækifæri til skiptináms í náminu okkar. Og svo erum við með góða náms- og starfsráðgjafa sem hjálpa þér og halda fast utan þig ef þú þarft. Svo er félagslífið einstakt hér í Háskólanum á Akureyri, myndi ég segja. Það eru 8 aðildarfélög eða stúdentafélagi Háskólans á Akureyri sem eru félag hvers og eins svona sviðs eða deildar. Og eins og þið sjáðu þarna þá eru þau fjölbreytt og þau standa fyrir ótrúlega fjölbreyttum viðburðum. Helstu viðburðir eru nýnemadagar, sprellmót, árshátíð og stóra vísindaferðin. En þá er komið að heilbrigðisvísindunum, þannig að ég ætla bara að gefa þér orðið. Já, takk Sólveig. Já, Sigríður Sía heiti ég og er þessar mundir deildarformaður í framhaldsnámsdeildinni og þar bjóðum við semst upp á meistara nám og einnig líka diplómanám þar á meistarastigi. Og þetta eru 12 námslínur sem í boði og þær eru almenn lína, hún reyndar verður ekki alveg, það ekki hægt að byrja í henni í haust, en það hægt að byrja í námskeiðum sem til henni og endurhæfingarlína. Og eins og þið sjáu bara, það eru þarna á skjánum, geðheilbrigðisfræði og síðan erum við með heilsugæslu héraði sem fræðileg lína, en síðan heilsugæslu héraði sem klínísk lína og hún eingöngu opin hjúkrunarfræðingur sem starfa á heilsugæslunni og fá launaða 80% námsstöðu sem í heilt ár. Og þarna og langvinn veikind og lífsglíman, ljósmæður, það bara lína sem opin ljósmæðurum. Við getum alveg fara út í það eftir ef þið viljið eða koma einhverjar spurningar. Og svo lína sem heitir Salurinn áföll og ofbeldi. Stjórnun í heilbrigðisþjónustunni ein. Þó við kallum þetta línur, þá heitir þetta kjörsvið á svona opinberu máli. Við daglegu tali kallum við þetta línur. Og svo starfsendurhæfing og hún sérstaklega skipulögð og í samstarfi við Háskóla Íslands, félagsráðgjafadeildina þar. Nú svo erum við með kjörsvið sem heitir verkir og verkjameðferð og öldrun og heilbrigði. Þetta helsta. Þær eru ekki allar í boði í haust sem diplómanám. Það að byrja á öllu þessu sem meistaranám, en ef fólk ætlar bara að koma í diplómanám, þá þarf það að athuga það að sum skyldunámskeiðin bara kennd annað hvert ár. Þannig að það mjög mikilvægt að kíkja á það að maður leggur af stað og pakkar í bakpokann. Nú, það stendur hér á glærunni sem alveg rétt. Þetta mjög sveigjanlegt námsfyrirkomulag hjá okkur. Það alltaf kennt í 3 námslotum á hverju misseri og það sem sagt venjulega bara september og það dreifast svolítið byrjun september og svo einhvern tímann í október, svo endan á nóvember, þannig við reynum að nýta haustið og við gerum kröfum það að nemendur mæti að minnst okkur 2 lótur en við viljum náttúrulega allir komi eða allir taki þátt í öllum 3 lótunum og það sem svolítið merkilegt svona núna að mæting, við skilgreinum mætingu annaðhvort með því að koma á staðinn og eða að vera í Zoom
Það er ein leiðin, eða svo að vera í það sem við köllum hérna fjarveru. Já. Og það er rosalega þægilegt og góður kostur. En við gerum kröfum að fólk ég hef sagt svona kannski, fólk vitsmunarlega og svona andlega á staðnum, þó líkaminn sé kannski einhvers staðar annars staðar á landinu. Og námið við skipuleggjanámi, þannig að það er hægt að stunda vinnu samhliða því, það eru meira og minna allir sem eru í framhaldsnáminu hjá okkur eru í vinnu með. Og það er undantekning ef það eru próf, það er eiginlega allt saman fram bara námsmatið í verkefnum, annarkvort einstaklingsverkefnum eða hópverkefnum. Þannig að svona mikið símat. Það er mikið símat, já. Og það er nú mjög oft að það er í fyrstu lotunni, það getur vel verið að þú þurfir að skilja einhverju fyrir hana, fyrstu lotuna, en það er þá yfir bara einhvern start og svo er þá kannski verið að vinna eitt verkefni milli lotu 1 og 2 og sem er það bara partur af símati og svo kemur þetta svona koll að kolli. Frábært. Hvernig er svona stemmingin í lotum? Hvernig er vel mætt og er samheld í nemendahópnum? Já, það er það. Og nú margir svo sem að kannski koma með einhverjum sem er alveg möguleiki að vinnufélagar að taka sig saman og koma og það er vel mætt hjá okkur og skemmtileg í samheldni og ég get sagt það til dæmis að nemendur hafa sagt við okkur að núna náttúrulega á COVID-tímum þegar allir fóru bara heim og allt gerist á Zoom að þá höfum við verið að tala svona það, já, þetta er svolítið þægilegt að hafa alla Zoom. Já. En þá hef ég heyrt bara, nei, ekki, við viljum koma þetta svona, já, hálfgerð svona húsmæðraorlof eða svona einstaklingsorlof að koma og nema þú nefndir hér áðan í kynningunni að það var hægt að fá íbúðar á stúdentagarðunum. Okkar nemendur gera mjög mikið að því að leigja sér orlofsíbúðir. Já. Af því að eins og ég sagði áðan, þeir eru náttúrulega meira og minna allir vinnandi úti í heilbrigðiskerfinu eða í velferðarkerfinu og ná sér orlofsíbúðir. Það er þægilegu kostur að geta gert það. Já, það er mjög þægilegu kostur. En svo kannski ætti ég kannski að segja að í öllum meistaranámslínunum okkar eða kjörsviðunum þá eru 4 námskeið, 4 10 eininga námskeið sem er skylda. Já, þannig að það er eitthvað sem allir verða að taka. Já, þegar þú ert í meistaranámi þá er það þannig og en svo tekur þá valfög með og svo 40 eða 60 eininga meistaraverkefni. Já. Það er spurning, er eitthvað áætlun að byrja með framhaldsnámi sjúkraliða? Nei, það er verið að það er vinna í gangi með svona eins og einhverja brú milli sjúkraliða og yfir í háskólanám. Ég hef því miður ekki verið partur af því og þannig ég get ekki svarað því að það er að gera að koma spurningum áfram eins og á skrifstofustjóran okkar. Endilega, þið getur sendt á bara dísa@unak til dæmis. En þetta er rosalega mikið þetta er svona fjölbreytt námsframboðið í þessu. Er eitthvað svona, hvað er svona, hvað maður að segja? Hvað eiga þau öll svona sameiginlegt einhvern veginn og hvernig á maður eiginlega að velja úr allar þessari flóru? Já, við gerum náttúrulega ráð fyrir að það sé að koma fagfólk inn í námi hjá okkur sem er búið og er að sérhæfa sig. Já. Það er að vinna í einhverju ákveðnu sviði innan heilbrigðiskerfisins og þá vill það sérhæfa sig á því sviði. Það verður auðvitað viðurkennast að hjúkrunarfræðingar eru stærsta heilbrigðisstétt landsins og þeir hafa náttúrulega verið fjölmennastir í hópnum okkar en við erum með iðjuþjálfa, við erum með sjúkraþjálfa, við erum með sálfræðinga þó nokkuð, við erum með lyfjafræðinga, við erum með næringafræðinga, við erum með lækna, þetta er opið öllum. Þetta er fjölbreyttur hópur. Og það sem er svolítið gaman einmitt er að fólk getur unnið svo þverfaglega á námskeið tekið verkefnin mjög og mörg okkar kennarana kannski
reynum að velja þannig hópa að það sé verið að vinna þverfaglega saman. Já. Hlýtur náttúrulega að græða helling á því. Já, Og mikið svona einhverja teymisvinnu eða slíkt þegar það komið í lotu, einhver svona hópverkefni og... já. Já. Við reynum í lotunum gerum við gjarnan að fá til dæmis bara sérfræðinga til þess að koma og vera með fyrirlestra þegar það eitthvað mjög spennandi, jafnvel erlenda sérfræðinga og nýtum okkur þá til dæmis bara Zoom til þess að fá fólk til þess að, og svo eru alls konar kynningar í lotunum og hópvinna. Við reynum að hafa sem minnsta fyrirlestrum, svona einhverjum hefðbundnum fyrirlestrum í lotum. Já, þannig að nemendur svona græða virkilega á því að mæta á staðinn þegar að fá eitthvað nýtt og einhver ennþá dýpri reynslu heldur en fá í gegnum fyrirlesturinn sem þeir geti þess vegna bara horft á heima. En svo að því þú spyrir hvernig maður ætti að velja sko, þá í fyrsta lagi náttúrulega kannski maður að sérhafa sig á því sviði sem maður hefur áhuga á og síðan sem sagt þá hægt að leita til mín með að velja saman ef maður ekki alveg viss hvað maður vill og hvert maður ætla sér, þá reynum við að hjálpa við það. Leiða fólk svona í rétta átt. Já. Frábært. Þá bara svona síðasti séns að fara að koma með fleiri spurningar ef einhverjar eru. Heldur að við sem að gleyma að fara yfir eitthvað? Já, örugglega. Alveg örugglega. En það allt í góðu því að við erum sannlega því. En við hvetjum ykkur náttúrulega bara til þess að kynna ykkur framhaldsnámið á vefnum okkar á unag.is og reyna að skoða ykkur áfram þar. Svo auðvitað að hvetjum ykkur til þess að hafa samband bara við okkur og hafa samband við skrifstofu heilbrigðisvísindasviðs. Og það komið náttúrulega kannski einhvers staðar í ljós að það alveg til 15. júní sem hægt að sækja Þannig að það nægur tími til þess að kynna sér allt saman og svo bara hvetjum við ykkur til þess að sækja